eftir einhvernum. Og sí. Og það 7,0, 6,4, 7,0, 7,0 og 7,1. Og inn á gólfið komin hún Ida Mökkin Hlynsdóttir, situr Marín frá Lækjarbrekku 2, 16 vetra brúna. Marín undan Gaumi frá Auðsholtsjálu og Þulu frá Hólum. Ertu velkomin Ida, þú gefur okkur greinlegt merki og gjörðu svo vel. Það var næsti keppandinn mættur. Hún byrjuð. Byrjuð hérna í opinn sniðgang, væntanlega. Á tölti. En gegn svona fína punktar í þessu. Hann náði smá sveigi og smíða svona. Það sem gerist að hesturinn fór að reisa sig hans mikið upp, sem sagt að í raun og veru hvað ætti að gerast að hrossi ætti að kvelva sig meira og vera taumléttari. Miklu betra hér, reyndar. Eins og í rauninni gerist upp á þennan. En hérna var hann betra, en áðan sáum við hann svona koma eins hyggst í líkamsbeitingu og þessi fór að reisa sig sem hann svona ekki æskilegt til einhvernar. Hún ætla að sýna okkur opinn á tölti, 8 á tölti, lokaðan á feti og tauminn gefinn fram og niður á brokki. Það svo æfingar. Nú sýnum við okkur hægt tölt. Hún bara mjög mjúk og taktgóð á hægu tölti. Hérna mjög skemmtilegt að sjá, við sjáum hérna æfingarnar á skjánum og einnig vægistuðlanir, þannig að það alveg eftir vægistuðlana. Það hérna svolítið gaman, að sé það. En já, hvað segir þú? Hægatölti, gekk vel? Hægatölti gekk vel. Núna getur hún verið á leiðinni í 8-una. Þá þarf hann að passa upp á að hringirnir séu jafn stórir upp á báðar hendur og að hesturinn rétti sig upp á milli. Og skipti svo vel sveigja. Þetta alveg stuttur. Og hérna mjög áríðandi núna að hún ríði einni til hægri og svo kalla lokar 8-unni. Akkurát. Þannig að hún þarf að sýna okkur 2 skiptingar og þetta eitthvað atriði sem að gjarnan verið svona að klikka á. Já. Að klára ekki alveg 8-una því að við komum aftur návi sem sá að hesturinn sé samspora og jafn til beggja handa og hlýða. Þannig að hessuna þetta sett þarna inn til þess að sýna 2 skiptingar, svo að skipta tvisvar sveigju sem að hún gerði. Einmitt. Hvað fannst þér stökki? Ég misti hans að því. Það gekk bara vel sko. Og svo kemur hún í þetta gríðarlega góða greiða tölt. Virkilega flott, mjúk og skemmtileg skreflang og kveld á því. Já. Og líkamsbeiting. Virkilega góð mýkt í þessu. Já. Og með gott jafnvægi líka gegnum beygjunar, allan að seinna beygjunum, misti hans að fyrri. Já. Þannig að það eitthvað sem dómarnir vilja líka sjá. Virka bara ótrúlega flink og góð á tölti þessi hrissa. Já. Knapinn líka. Já. En þetta var virkilega flott tölt, ég var með hrifin að þessu, bara svona kveld og mjúkt og samt fastmyndill, mikið. Svo rólega á feti eftir greiðatölti, stökk og greiðtölt og beint í fet. Hérna kemur að væntanlega lokaður sniðgangur. Já, á feti. Á feti. Ég held að þetta gengur nokkuð vel sko, ég sé þetta aðeins í höllinni, hans erfitt að sjá á skjánum en það var gott snið og góð sveigja í þessu tjaldreiðleiðinni. Hrissan var kveld, að hrissa það geldingur. Þetta er hrissan. Ég held að það séu landsmótssigurvegarar frá seinasta landsmóti í unglingaflokki. Já, það var ekkert annað. Ég vona að það sé ekki vitleysa hjá mér. Allan að kæmi mér ekkert óvart með hvað þið sýna svona góða gangtum fyrir dag. Og fína væmir. Allavega seinni í lokaði var líka fín. Mér fannst aðeins með stöðuleiki í fyrra. Já. Og aðeins kveldari. En gekk fínt. Það er virkilega flott brokk líka, skreflangt og áfram. 1 mínúta. Það er ekki fínt sviði í þessu og góðu taktur. Jú. Hvað finnst þér það? Mjög góður taktur, sýnir gott rými hana. Já. Og hraðabreytingar má ekki bara sýna nefnilega á
tölti sko. Það Nei. getur gert það fullt á auðum gangtundum líka. Og því nokkur væntanlega tömur gefin fram og niður. Já. Mitt. Væntanlega byrja á hring og hérna byrjar Hrossi að lækka því svolítið vel. Svolítið skemmtilega, það kom svo hans meira fjæðumagn og skreflengd í brokki við þessa æfingu. Já. Og Hrossi lækkaði sig virkilega vel, knappið nokkuð fínu taumsambandi. Nokkuð gott lengdað jafnvægi og lengri skref. Já. Kannski fór svona öllítið aðeins að vera lengri undir lokin en endar æfina samt nokkuð vel og hafa góð teygja og fína æfing í þessu. Já. Þetta ekki samanlega því? Jú. Takk ykkur fyrir Ida og Marín. Nú meðaleinkunn hjá Evu og Styrk fyrir sína sýningu hér á undan er 7,0.